Gott kvöldi. Jæja, góða kvöldi til áhorfendur. Var ég komin hérna að horfa á leik hérna í Laugardalnum með höfuð skautafélag Reykjavíkur gegn Fjölni í meistaraflokk karla. Númer 30, Nikita Montli. Númer 36, númer 2, Jón Helgason. Númer 12, Viktor Svavarsson. Númer 19, Kristján Kristinsson. Númer 20, Emil Aranberg. Númer 21, Viktor Gunnarsson. Númer 4, Martin Simonek. Númer 9, Númer 25, Hilmar Sverrisson. Númer 77, Verindon Dubjakin. Númer 11, Kristoffer Johannesson. Númer 5, Viktor Moritz. Númer 7, Trevor Eriksson. Númer 33, Ulvar Andersson. Númer 83, Hector Olsson. Númer 14, Númer 47, Freyr Bagin. Númer 71, Guðmundur Bergmarsson. Númer 86, Trevor Eriksson. Aðalþjálfarar eru Óli Gunnarsson, Sæmundur Leifsson. Á línunni eru Ingólfur Elíasson.
þá núna allt að gerast og þau sem að byrja inn á hérna sjáum við, já allavega, hérna núna leikur byrja og við höfum það á tilfinningunni að þetta verið æsispennandi leikur og hérna Viggo Hreinsson að taka face-off gegn Sölva, Sölvi vinnur og sendir takkinn djúpt en það fer í dómarann. Þá skoða markið og þá það Viggo sendir en því miður var Emil aðeins sem seint og það var icing. Þannig að þá núna verið að taka uppkast á varnarsvæði Fjölnis. Og Sölvi vinnur uppkastið. Viktor sendir á varnarmann SF. Þetta er flott spil hjá Fjölni. Hann æsir flott. Þá fær hann sendingu, afsakið með nöfnin, ég ekki skoðið nöfninu hérna. Og hérna svaka barda í horninu og hérna hans takkinn. Já, þetta var flott hitt þarna. Sendir fyrir fram markið en varnarmaður Fjölnis að taka. Það sendir á Martin, hann sendir allt tilbaka. Og það er skott og svaka pressa. Það er Pétur á móti Níels. Svaka. Þá er Pétur með hann og sendir upp á Sölva. Sölvi nær ekki tæknum. Þetta gerir hvað? Það var ekki hérna frammarki og Arnar skýtur. Það er D2D á Pétur sem sendur á Hektor. Hektor missir af sendingunni. Sölvi sendir yfir á Edvard. Axel skautar með hann, sendir á hann er svo nær ekki sendingunni. Og hann skautar. Og hérna Axel og skýtur. Gott var hjá Nikita. Axel sem skautar með pakkinn og hann sendir hann djúpt inn og þar tekur Hróa pakkinn og sendir bara á battan og það kemur icing. Það er verið að taka hérna uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Kári á móti Viggo. Og nei. Það var ekki gott uppkast. Og Kári vinnur uppkastið. Varnarmaður sendir á varnarmann en Emil tekur við takknum. Viktor sendir á Hilmi
með Hilmar og hann þetta var flott varið hjá honum Jóhann. Það kemur nýja, þetta var rangstæða. Haukur sem var að taka uppkast á móti honum Fjölnismaðurinn nær að vinna og hérna er Arnar sem setur puckinn djúpt og Fjölnismaður tekur puckinn og það er það. Þannig er svaka barða við bandan. Tekur SR smá skiptingu og Róbert sem ætlaði að senda á Hilmi en Hilmar er það næst ekki. Og hérna kemur Hákon og skýtur en það var blokkað af Martin. Og hérna kemur skot en bara frá Nikita. Ég biðst afsökunar hversu léleg ég er með nöfnin. Það er uppkast á Fjölnissvæðið. Það er varnarmaður sem sendir á Axel og það er skot. Það var varið að Nikita. Og það er send á Jónsson sem sendir mér á varnarmanni. Og Axel ætlaði að taka við með ekki alveg. Hann sendir Sölvi á Jónatan sem er ekki alveg að senda á varnarmanninu en þetta var mjög flott. Og Hákon er hérna sem sendir á markið en Nikita frýs puckinn. En það var varðar Kári sendir á sendir aftur á Kára og þá er Kári kominn og hann náði skot en það náðist ekki alveg og það er sett puckinn djúpt inn svæðið og hérna kemur Gunnsteinn sem setur hann niður í SR-svæðið og með Viggo í pressuna Emil með puckinn og sem gerir hvað hann sendir fyrir fram markið það náðist ekki það er ekki verið að fara og það er sem dómur þá er hver að fara í boxið. Það er Arnar að fara í boxið fyrir Hæstik. Já, það var 2 myndir fyrir Hæstik. Þannig að núna þá verður SR einu manni færri. Þá er hérna uppkast Emil á móti Sölva. Og það er hérna flott barátta. Emil sendir á
Viktor, nei, ekki Viktor. Það myndir fyrir hægt. Og hann nær ekki. Og þá sett puckinn djúpt niður völlinn. Martin sem tekur puckinn, skautar upp með hann og hann hérna á fullri ferð og fram pucknum og næsti þá hérna Róbert á móti Róbert sem tekur upp puckinn Níelsen í pressunni. Róbert sendir á Martin og það var hérna Haukur með puckinn sem hann sendir á Martin. Martin skautar með puckinn, sendir á Róbert og hann skautar áfram með það. Reynda að senda aftur á Martin, það veist ekki alveg. Og hérna sendir Martin á Hilmar og Hilmar sendir á Róbert. Það var skotið, það veit ekki eftir alveg í marki. Og það er skotið, en Jóhann er að blokka. Og hérna kemur Haukur sem skautar áfram og setur hann djúpt niður í varnarsvæði hjá Fjölni. Hérna senda Hector sem verður stoppaður en þá er þetta rangstæða. Og hérna kemur Axel sem skautar með puckinn og hann sending á Alex sem sendir á Jónsson og það er mark! Þetta var mjög glæsilegt mark hjá SR. Og hér kemur replay á markinu. Já. Glæsilegt mark. Það er núna komið uppkast. Það er Kári að taka á móti uppkastið við Viktor. Nei, Viktor. Og það er sett puckinn djúpt inn í varnarsvæði SRs og Edvard hann sendir á Níels. En það náðist ekki alveg sendingin. Þá er það sent á Böllinsmann. Og þá er Ríhard tekur skot en það var gripið hjá Nikita. Jæja, þá tekur Fjölnismaður puckinn og það er alveg hérna svaka barátta hérna niður í horninu og það er sett niður á varnarmann, upp á varnarmann
og hann hafði ekki alveg sendingunni. Það var tímur. Og þá fór tappurinn úr varnarsvæðinu hjá Fjölni og við í varnarsvæði hjá SR. Og hérna sýnist mér gerðist eitthvað. Hann stendur upp. Flott. Það sýnst mér alveg eitthvað tækla á hann. Þá svona uppkast í varnarsvæði hjá SR. Þannig að Hektor sem sendur upp á varnarmanninn. Varnarmanninn skýtur en það næst ekki alveg á markið. Og þá hérna Björn sem sendir á Arnar en hann var ekki alveg tilbúinn að fá sendinguna. Og þá setur Eddard puckinn djúpt inn í varnarsvæði hjá Fjölni og það verður icing. Þá núna uppkastið hjá varnarsvæði hjá SR og þar tekur Kári og Emil uppkastið og Emil vinnur og það er varnarmaður með puckinn sem sendur á Viggo og hann ætlar að senda djúpt með miðjuna en það var stoppað af SR manni og það var sendt á Helga og hann skautar með puckinn og sendir hann bara djúpt niður. Þar tekur Nikita við sendingunni og sendir á Viggo sem að skauta með puckinn og ætlar að senda en náði því ekki alveg. Og hérna er Axel sem skautar með puckinn, sendir á hérna sér tækli út. Hérna Axel sem að missir puckinn og það er hérna sett á varnarmann. Það sem er alveg einhver barátta í horninu. Hérna er Fjölnismaður með puckinn og setur hann djúpt inn í varnarsvæði hjá SR. Og það er Jónsson sem skautar upp með puckinn og sendir á Hákon. Hákon skautar, sendir á og hann hittir ekki alveg á markið. Þannig að Axel sem að tekur við pucknum og sendir á Jóhann Tonn sem að skautar með puckinn. Skautar Kári og sendur á Níels. Níels skautar áfram og hann skýtur á markið. Það var svarið. Þannig að setur Eddard puckinn djúpt inn. Ég veit ekki alveg hvað kom þarna. Náttúrulega hérna kemur uppkast. Haukur á móti Úlfar.
og það er sent á varnarmann sem setur hann djúpt inn í svæði og Nikita verður það. Og þá er hérna uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Og þá fer Haukur og skýtur en það er varið frá Nikita sem fristir puckinn. Og þá er uppkast hjá varnarsvæði Fjölnis og finnst mér að Fjölnir vinnur uppkastið. Ég er samt ekki alveg viss með það. Það er sent á Hektor sem að það er ekki alveg sendingunni. Sent á Hákon sem skautar með puckinn. Snýr sér smá við og þarna náði hann ekki alveg að við á markið en þetta kemur. Og Viggo skýtur en það var blokkað. Emil sem skautar áfram með puckinn og hann skýtur. Það er varið, flott varið hjá Jónatan. Núna er uppkast hjá nei, mér sýnir víst að alltaf einhver pása. Mér sýnst að það hefur eitthvað komið hérna fyrir glerið hjá SR svæðinu. En leikurinn heldur hérna áfram. Og þá hefur verið að taka uppkast hérna varnarsvæði SR. Það er Kári á móti Emil. Emil vinnur face-offið og þá fær Viggo puckinn og það er skotið blokkað af leikmanni á SR. Og þá tekur Jón við og sendir á Fjölnismann sem sendir á Viggo. Puckur lendir í varnarsvæði hjá SR. Svaka barndagina og þarna er eitthvað í gangi. Og það sem er uppkast varnarsvæði SR. Og Haukur á móti honum Kristján.
og Haukur vinnur face-offið og varnarmaður tekur hann upp og sendir hann fyrir aftan markið og þar er hlaup á bekknum á svæði SS og það er, svæði Fjölnis og það er icing. Og hérna er uppkast á svæði SS og þá vinnur Kristján uppkastið og sendir á Róbert og Róbert setur pekkin djúpt inn og það tekur Hákon við og sendir á Hauk og þetta tekur Fjölnismaður og sendir á Róbert sendir á Martin en Martin er ekki alveg sendingunni. Hérna sýnist mér gerist eitthvað á tackling. Það er sett á Gunnlaug og hann sendir bara niður á varnarsvæði hjá Fjölni og þar er Axel sem tekur við pekknum þar og það er stoppað hann. Nei, þetta var ekki Axel, afsakið með þetta. Hérna sýnst mér barátta varnarsvæðinu, stoppinu. Og hérna nær hún pekknum og skautar upp með hann og það er stoppað hann með flottri tacklingu. Hérna er ykkur barátta og Kári sendir á Heddy og hann fyrir með pekkin fyrir aftan markið og sendir á Helga sem skautar áfram með pekkin. Hvað gerir Helgi? Hann skautar áfram og það var stoppað hann. Hákon sem sendir á Heddy, skautar áfram, sendir aftur á Arnar. Þetta var sendir með Arnar ekki Hákon, ekki með þetta. Þarna átti Helgi að fá sendingu en það náðist ekki alveg og hérna kemur Axel sem skautar áfram með hann. En það var stoppað hann. Það fær hérna Viktor pekkin sem gerir hvað? Hann já, það er ekki alveg. Hérna fer hann og skýtur. Viktor skýtur en það náðist ekki alveg og pekkurinn fór netið. Þannig að þá er uppkastið SR megin. Uppkast og það tekur við og skýtur en Fjölnismaður nær ekki. Það setur djúpt, pekkin djúpt sem við verðum að segja þessar. Það er EM sem skautar með hann og það er ekki alveg sendur fyrir frammarki og hann Fjölnismaður, já, tók skot og hérna fer hann áfram með pekkin en það er ekki alveg á markið. Og hann skýtur en það var blokkað, sýnst mér. Finnur barátta og mér sýnst að það er eitthvað á dóm. Og það er Hákon sýnst mér sem er að fara í boxið fyrir ég sé ekki alveg hvað hann er að fara í boxið fyrir. Þá er SR einu manni fleiri, nei færri og Fjölnir er einu manni fleiri og þá er uppkastið SR.
varnarsvæði SR og þar vinnur Fjölnir uppkastið og það er senda á Hektor. Hektor sendur á Martin. Martin sendur á Róbert og Róbert sendur aftur á Martin og Martin tekur skot en það náðist ekki alveg á markið. Og þá er Fjölnismaður sem að sendir pökkinn djúpt niður á Fjölnisveður. Sæði ekki örugglega Axelmaður. Og það er sent á Martin sem að fyrir áfram með pökkinn og þá kemur einhverjum að smá pressa niður í horninu. Það er sett á Hilmir og Hilmar afsakið sendur á Róbert og hann skýtur en þá flokkað af leikmanni SR. Hérna er Kári með pökkinn sem að sendur á Axel og Axel skautar áfram og hann skýtur og það næst ekki alveg á markið. Það er hérna Viktor sem er að skauta með pökkinn og það er stoppað af Axeli og pökkurinn fór niður á Róbert. Núna fær Róbert sendingu og hann sendir á Viggo, sendir aftur niður á Róbert. Þá er hérna Viggo sem sendir á Emil. Emil sendir á Jón. Jón sendir aftur á Emil. Og Emil, hann tekur skot. Það næst ekki alveg á markið. Það sýnst að það var varið af Jóhann. Þá er hérna Viktor komið. Það var blokkað. Og þá er leiklotan búinn, fyrsta leiklota. Og við sjáumst bara í annarri leiklotu.
og hérna er Skautafélag Reykjavíkur með 14 skot á markið og Fjölnir er með líka 14 skot á mark. Ég finn það á mér að þetta vera æsispennandi leikrit. Já, ég er hérna mjög sammála. Þetta verður örugglega eitthvað, það ekki? Jú. Og þá er núna að hefjast uppkast eftir hérna 5 sekúndur. Það vinnur Sölvi, face-off og Eddi sendur á Axel og Axel sendur á djupt niður í félagssvæðið. Martin sendur á Hilmar sem að þeir áfram með pekkinn en setur hann djúpt. Tekur Jónatan við pekknum og hérna er svaka barða en bekkurinn næst út. Þá er hérna Jónatan sem að reynir að senda á hérna FCR leikmann en það næst ekki alveg. Það er sent hérna á Hróar sem að tekur skot en mjög flott varið hjá honum Jóhanni. Og hún er að byrja uppkast í hérna varnarsvæði hjá SR. Og það skautar hérna hann Fjölnis, nei, SR maður upp með pekkinn en nær því ekki alveg og hún verður komin aftur í varnarsvæði hjá SR. Hérna er flott barátta. Það er tekið skot en það hérna var varið hjá honum Jóhann. Og það er sett yfir en það er ekki alveg pekknum. Og Hróar er með hann og hann hérna sendir á Fjölnismann og Hróar er með hann aftur og sendir hérna á Viggo sem skautar áfram með pekkinn og sendir á Emil sem hann nær því miður ekki. Og þá er hérna Gunnlaugur sem að fer með hann og sendir. Það er sett pekkinn djúpt inn í varnarsvæði hjá Fjölni. Það er Fjölnismaður sem sendir á Viggo og hérna er Emil sem sendir á Fjölnismann og hann hérna finnur sér til þess að senda á og hann sendir á Viktor sem að tekur skot en nær því miður ekki á markið. Og það er hann að lausa hann frá markið og það er tekið hann upp og senda hann djúpt og þar kemur Kári sem tekur á mótunum og hann sendir inn í miðju en þar tekur Fjölnismaður á móti og skautar með hann áfram og sendir á hann Emil. Emil sendir á Fjölnismann og það er skot en það hittist ekki á markið. Hann er varnarmaður með pekkinn sem að skauta niður með hann og nær því meira ekki lengra. Það er einhver barátta hópinu. Það er sett á Eddi sem að skautar og sendir á Alex. Náðu því við ekki sendingunni. Og hérna er einhver hörkubarátta í horninu. Hérna er Róbert sem skautar áfram með pekkinn og sendir á varnarmann sem að skýtur. Og
Það var varið að Nikitu. Flott varið. Jónatan skýtur og það er aftur varið. Hérna er farið upp með pökkinn og sett aftur niður á varnarsvæði Fjölni og hérna er Hilmar sem skautar áfram og sendir á Martin. Martin er komin í varnarsvæði hjá SR og hann tekur skot, hann Hilmar, en það fyrir netið. Og núna þá er uppkast hjá varnarsvæði hjá SR. Það er Haukur á móti Fjölnismanni. Nei, Kári. Haukur eða Kári. Og það er skotið en það er varið. Já, það var varið. Mjög flott varið hjá honum, Jóhann. Og þá er aftur uppkast og Hektor sendir á varnamann en þá er Hróarinn að koma með hann sem að setur í varnarsvæði hjá SR. Og Hektor sem að skautar hérna með hann og hann bara setur hann niður. Það er sendt á varnamann sem að gerir hvað? Hann setur hann djúpt inn. Þá er Fjölnismaður komið með hann og hann sendir á Hróar. Sendir á Fjölnismann. En það næst ekki alveg á markið. Og það sett á defense. Hann skautar áfram með hann og sendir á Gunnlaug sem er komin hérna. Gott færi en það er varið frá Fjölni. Gunnlaug kom aftur og hann sendir á Kára sem að rétt fyrir þessu kvæmt. Og hérna er hann Viggo kom með hann sem að sendir á Fjölnismann og hann tekur skot. Það var varið að SR leikmanni. Níel sem að setur pakkinn inn í varnarsvæði hjá Fjölni og grípur Fjölnismaðurinn og sendir á Viggo. Þannig Níel kom með pakkinn og hann sendir á markið. Þetta var nú mjög nálægt því að komast inn. Og hérna er sett á Hauk sem að tekur skot og varið að Nikita. Og það er skorað! Vask! Þetta er glæsilegt! Vá! Hann Gunnlaugur skorar þetta. Hann setur pakkinn í mark. Þannig að núna fá staðan 2-0 fyrir SR og hérna getur séð replay á markinu. Þetta var glæsilegt rebound. Og þá er hérna komið uppkast. Og Hilmar skautar með pakkinn og sendur á Martin. Martin tekur hann á mót og Ríhald snær pakkinn á Martin. Það er sett hann djúpt inn í varnarsvæði hjá SR. Þar skautar Hákon með pakkinn og sendir á Sölva sem fer áfram. Hann sendir á Axel. Ríhald sé opinn og hann missir sendinguna frá Axel. Og þá fær hérna Alex sendingu og hann skautar áfram með pakkinn og það var stoppað hjá Fjölnismanni. Það var nú flott vörn hjá Fjölni. Hektor sem setur hann inn og sendur á Róbert. Róbert gerir hvað? Hann veist sem er bíðan til einhversu opinn. Og hann sendur á Hektor. Hektor nær ekki fyrir sendingunni og þetta verður að æsing. Hérna er uppkast á
varnarsvæði Fjölnis og Fjölnir vinnur pekkinn og það er Róbert núna með pekkinn og hann beinir svolítið, það veist ekki alveg og hérna er Sefna Nikita ver þarna, það var alveg vel varið, já, það var vel varið. Mjög flott spil hjá SR. Já, líka hjá Fjölni. Og núna þá er uppkast hjá varnarsvæði hjá Fjölni. Og Fjölnir vinnur uppkastið og það er sett niður hérna á Viktor. Og hann setur á Úlfar og þá er hérna Hektor komið með og hann setur aftur Úlfar. Og pekkurinn er hérna á varnarsvæði hjá SR. Og það kemur Viggo og reynir að skjóta en það var varið hjá SR. Og þarna skýtur Hróar en hann nær ekki alveg á markið. Þarna er pekkinn sem sendir á, það bara setur hann hana inn meira í miðju. Og hann skautar áfram með pekkinn. Og hann sendir í miðjuna en þar var sem engin til sem á bekknum. Haukur sendir hann djúpt inn í varnarsvæði hjá Fjölni og þar tekur Guðlaugur við og sendir á varnarmanninn sem skýtur. Vel varið hjá Nikita. Og núna þá er uppkast hérna hjá varnarsvæði Fjölnis aftur. Og Fjölnir vinnur og hann Haukur skýtur en það var blokkað af Fjölnismanni. Og hérna er Viktor sem náði ekki alveg að sendingunni. Gunnlaugur sem skýtur, það gripi hann Nikita. Hérna er einhver smá spenningur fyrir fram markið. Það er stoppað. Og núna þá er uppkast. Viktor skautar áfram með pekkinn og hérna kemur Alex sem næstu því en þetta var varið af Róbert, flott vörn hjá honum. Alex sem reynir að senda yfir Alex en hann náði ekki alveg sendingunni. Og hérna er einhver barátta í horninu. Og hérna er Fjölnismaður komið og hann skýtur en það er vel varið hjá Jóhanni. Martin sendir á Hilmar en næst ekki alveg og Jóhann brýst pekkinn. Og núna þá er uppkast á varnarsvæði SR. Ég syns að þetta sé Úlfar á móti Kára og hérna er varnarmaður sem setur djúpt. Hérna pekkir djúpt inn í varnarsvæði hjá SR og hérna er barátta í horninu. Það sýnist fyrir komin eitthvað smá hiti í leikinn. Og það er sett pekkinn djúpt í
Jón sem skautar áfram með puckinn. Og hann skýtur. Og það var, puckinn var frystur af Jóhanni. Hver hann að fara í boxið? Ég sá ekki alveg hvað dómurinn var, en hann sýnist mér að, já, hann gert dóm. Þannig að núna þá er SR einu manni, hvað segir maður? Einu manni færri og spilar í boxplay. Já, það er rétt. Þannig að núna kemur uppkast. Og Fjölnir vinnur puckinn og það senda varnarmann sem að sendir á Kristján og hann sendir á Viggo og Viggo sendir aftur á Kristján. Kristján sendir aftur á Viggo. Og Kristján fær sendingu og sendir á Emil sem sendir á Kristján og Viggo tekur við pucknum. Og hann skýtur, en þetta var blokkað af hann Haug. Og ég tek því fram að leikmaðurinn SR sem fekk dóm, hann fekk dóm fyrir cross-checking. Hérna er Emil sem skautar áfram með puckinn og sendir á Viggo. Viggo skautar áfram og ég sá ekki alveg hvað gerist þarna. Hérna er puckurinn kominn niður í varnarsvæði hjá Fjölni og þá er Hilmar innan sem tekur hann upp pucknum. Það var ekki alveg. Og Hilmar sendir á Fjölnis leikmann. Og hérna fær Hilmar aftur puckinn sem að gerir hvað? Hann sendir á Róbert. Róbert skautar áfram með puckinn. Og hvað gerir hann? Hann skautar áfram með puckinn og hann skýtur! Og það finnst mér var ekki fyrst puckinn. Og spilið heldur áfram. Nikita hérna tekur á móti pucknum. Og Hilmar hérna er komið með puckinn og hann kemur inn á fullri ferð. Og hann skýtur! Vel gripið hjá honum Jóhanni. SR er búinn að spila rosalega flott PK. Já, ég er mjög sammála því. Og núna er hérna uppkast í varnarsvæði hjá SR. Það er Úlfar á móti Sölva og Fjölnir vinnur uppkasti. Og Hróar skýtur og það er vel varið hjá honum Axel eða blokka. Nei, ég myndi Sölva. Þetta var svaka tækling. Og hérna sendir Úlfar fram markið en Fylkismenn er ekki að taka á móti. Og hérna er mér sýnst að skerpingin gaf sig þarna. Hjá báðum. Hjá báðum. Ég sýnst að það sé komin hérna smá hiti í leikinn. Og hérna er Axel sem að fær dóm. Og SR er enn og aftur í PK. já. Ég fæ að vita hérna eftir smá hvað dómurinn var. Ég sá það ekki alveg. Biðst afsökunar á því.
Núna byrjar hérna uppkast í varnarsvæði SRs. Emil á móti Níels. Axel fekk dóm fyrir röffing. Hérna Jón sem að sendir á Emil. Emil hérna sendir á Viggo sem nær ekki alveg sendingunni. Og Emil hérna sendir aftur. En þetta náðist ekki alveg. Og hérna Kristján með pekkin sem sendir á Emil. Og Emil sendir á Viggo. Og Viggo skýtur. Og það er varið á Jóhanni. Og núna þarf uppkast hérna varnarsvæði SR aftur. Og þar hérna sem að Fjölnir vinnur face-offið og Martin hérna sendir á Fjölnisleikmann. Martin, hann fyrir hérna og sendir aftur. Og þar Róbert sem kom með pekkin. Og hann skýtur! Og þá blokkað af Kára. Mjög flott blokk. Og hérna hann, ég ekki alveg viss hvað nafni á þessum, hérna Myrdón sem að sendur á Hilmar. Og Hilmar sendur fyrir pekkin og hann skýtur! Og það var flott vörn hérna hjá SR. Martin hérna hefur pekkin og hann skýtur aftur! Þetta varið. Og pekkurinn settur djúpt í varnarsvæði hjá SR og það tekur Nikita við pekknum og sendur á Martin. Og Martin hérna sendir inn á varnarsvæði hjá SR og hérna Róbert komið með pekkin og sendur á Viktor. Viktor tekur, hann síðan sem ég fekk, hérna einhver hörð barátta. Og hérna Emil kom með þetta næst ekki alveg. Tek því fram að bæði liðin séu hérna fullskipuð. Hérna sent yfir og beint í varnarsvæði á Fjölni. Og hérna Viktor sem fær sendingu og Gunnlaugur fer hérna með hann og næsti, þetta var stoppaða vörn hjá Fjölni. Mjög góð vörn hjá Fjölni. Þeir eru búin að standa sem í vörninni. Og líka sókninni. Og hérna Jóhann sem tekur á móti pekknum og sendir á Hauk. Og Haukur sendir á Eddie sem að sendir á Sölva. Og svo fær Gunnlaugur pekkin og þá stoppað. Og núna fær Sölvi einn og hann skýtur! Og þetta var varið hjá Jóhanni. Og hérna hann Níels kominn. Flott vörn hjá Hróar sem hann að stoppa pekkin frá Níels. Og hérna tekur Hákon á móti pekknum. Og hann sendir fyrir fram markið og þar tekur Jónatan á móti pekknum. Og hérna Kristján kom með pekkin. Og hann sendir á Kristján Hróar sem að sendir aftur á Kristján. Hérna Helgi kom með pekkin og hann skautar áfram. Og hann sendir á Kára. Og Kári tekur skot sem að náðist ekki alveg nógu vel. Þannig Jónatan kom með pekkin og hann
skautar áfram og sendir djúpt niður í varnarsvæði hjá Fjölni. Það er Sölvi sem tekur á móti Pekknum og sendir á Jónatan og hann tekur skot en það var varið eða blokkað af Fjölnismanni og hvernig dömpa Pekknum út og Sölvi tekur á móti honum og hann skautar áfram með Pekkin og sendir á Axel. Axel sendir hann á Níels. Níels hefur, þetta náðist ekki alveg. Það var svona næstu í skot. Getum alveg sagt að það var skot. Með Haukur sem sendir hann yfir og Úlfar að koma með Pekkin og sendir á varnarmanninn og hann tekur skot. Þetta var nú mjög vel gert hjá SR. Mér allavega sýnst að Jóhann greip Pekkin, eða allavega hann varðan. Það sýnst með brotinn kilva á ísnum, það gerist. Og hérna kemur uppkast svæði SRs og Jón fær Pekkinn og sendir á Myrdón. Ég veit ekki hvort ég sé að segja nafni hans rétt en ég vona það allavega. Og hérna tekur Fjölnismann skot og Pekkurinn fór annars staðar. Og hérna er hann komið, Viggo komið en hann náði ekki alveg skjóta. Og Jón tekur Pekkinn og hann það var hérna blokkað skoti hans frá Níels. SR er búin að vera svaka góður í að blokka skotin. Já, þeir eru alveg búin að standa sig rosalega vel að þeir blokka. Hérna er komið smá hiti í leikinn. Hérna er sett á hérna SR leikmann. Og hérna er hann Viktor sem er innan með Pekkin og hann er að bíða náttúrulega ykkur hérna að opna sig. Og þetta var nú flott feik. Með Hilmar með Pekkin en hann náði ekki alveg og Hákon sem var reynd að senda á leikmann í SR en náðist ekki alveg. Vá! Axel kom með Pekkin og hann skýtur! En þetta fer yfir markið. Hérna sýnst mér alveg komið alveg vel hiti í leikinn. Og hérna kemur Hilmar með Pekkin. Og hann sendir á Martin sem náði ekki alveg sendingunni. Og það tekið skot. Það næst ekki alveg á markið. Og það er sýnst mér dregið markmanni þannig að núna þá er SR 6 inn á og Fjölnir 5. Og núna þá kemur Jóhann aftur inn á og það eru 8 sekúndur eftir af öðrum leikluta. Og Hilmar er hérna að fá dóm, leikmaður úr Fjölni. Það kemur í ljós eftir smá við hvað hann er að fá dóm. Þannig að núna þá er hérna Fjölnir komin í, er það ekki penalty kill? PK og SR í powerplay. Þannig að núna þá er Fjölnir að spila með 4 leikmenn á ísnum og SR með 5. Leikmaður Fjölnir sem er 25. Hann náði ekki. Ég heyrði ekki alveg hvað hann var að fá dóm fyrir en það kemur í ljós í næsta leikluta. Takk fyrir okkur.
Jæja, velkomin hérna í 3. leikloti á þessum leik. Það verður æsir spennandi að sjá hver mun sigra í kvöld. Já, og hvort að hérna SR eða Fjölnir muni taka sigurinn. Við sjáum bara til með það, það ekki? Já, þetta verður nú spennandi. Já, ég held að þessi leiklota muni alveg vera æsir spennandi sko, það verður alltaf einhver hiti í þessu. SR byrjar í powerplay og Fjölnir í PK. Já, ég ætla að tjekka á hvað hann fékk dóm fyrir. Hérna byrjar varnarmaður Fjölnis sem hann fær og það sem hann tekur. Hérna skautar Eddie með hann og hann sendir á Sölva sem fer með bekkinn áfram. Hérna eitthvað og Emil skýtur! Það er vel varið hjá Jóhanni. Og hérna skautar Níels áfram með bekkinn og skýtur en það náðist ekki alveg. Og hérna er Níels aftur komið bekkinn og hann sendir á Axel sem sendir á Eddie og Axel fær hann aftur. Og Sölvi fær hérna sending frá Axel og Axel skautar áfram með hann. Ég sá bara að þetta var varið af Nikita en þetta var nú mjög flott sókn. Það var það flott sókn að ég gat ekki séð hvað var í gangi. Já, Hilmar fékk hérna dóm fyrir illegal equipment. Og hérna er SR sem fær Níels sem sendir á Kára. Haug. Og það er sett bekkinn út úr, sent bekkinn út úr sóknarsvæði SR og Níels hérna fyrir Níels skautar með bekkinn og setur hann djúpt inn og þar tekur Hákon við bekknum og hann skautar áfram og sendir á Kára. Kári sendir á Níels og Níels tekur skot! Það náðist ekki alveg. Gunnlaugur sem sendir á Hákon og Kári sem að... Bæði lið eru með skítur. Og Gunnlaugur skýtur. Þetta var vel varið hjá Nikita. Og hérna eru bæði liðin fyrir skipið. Nikita stendur sér samt ansi vel í markinu. Já, alveg mjög. Og núna þá er uppkast hérna í varnarsvæði hjá Fjölni og sóknarsvæði hjá SR. Og Sölvi vinnur face-offið og skýtur nema þetta var blokkað af markinn. Og hérna sá ég ekki alveg hvað gerðist. Sölvi kom með bekkinn og þetta var blokkað af hérna honum Jón og Axel sem sendir með bekkinn fyrir fram markið og Jónatan tekur við bekknum og sendir bekkinn djúpt inn í varnarsvæði hjá Fjölni. Þetta skýtur en það skotið fyrir ekki alltaf alveg markið. Og Jónatan er hérna með bekkinn og það var stoppað hjá Fjölni. Og hérna er Kristján með bekkinn sem... Og þetta er mark! Vá!
Kára. Þetta var svakalegt. Já, þetta var svaka mark. Ég bjóst ekki við þessu. Ég sá þetta. Og hér er replay af markinu. Hann svona, já, hann svona slætar bara svona inn í markið. Martin nær að setja hann inn. Og núna þá er staðan 2-1 fyrir SR. Og hérna kemur svona uppkast. Og það er sett pakkir á varnarmennina hjá Fjölni. Hérna fær Hákon pakkinn og sendur á Hauk. Og Gunnlaugur fær hérna pakkinn og sendur aftur á Hauk. Og Haukur sendur aftur á Hákon. Og hérna er Kári sem að reynir að dökka pakkinn með þeim. Það var varið. Það er blokkað af Fjölnismanni. Og hérna er Em sem að við pakkinn og hann sendir á Lindon og hann reynir að senda aftur á Emil en sendingin var ekki svo besta. Og hérna kemur dómur. Fjölnismaður hérna Jón Albert fyrir boxi hérna fyrir mest líklegast tripping. Já, hann fær 2 mínútur fyrir tripping þannig að núna þá er SR í powerplay og Fjölnir í PK. Já. Og hérna, ég sá ekki alveg hvað gerðist. Sástu hvað gerðist? Nei, því miður ekki. Allavega það er uppkast. Og Hektor tekur uppkastið á móti Sölva. Og mér sýnst að Hektor vann uppkastið. Og það er dömpað pökknum lengst niður hérna á varnarsvæði SR og Jóhann tekur við pökknum og Axel hérna droppa pökknum og Eddi skautar með hann og svo sendur Axel. Axel sendur á Sölva og Sölvi dömpar honum bara inn svæðið og Níels sendur á Eddi og Axel er hérna í pökknum og sendur á sendur á Níels og Níels tók mjög flott skot en þetta var líka mjög vel varið. Það gripið hjá Nikita. Og þá er núna uppkast með Sölvi á móti Úlfar. Og hérna fær Eddi pökkinn sem að sendir á Axel og Axel sendir aftur Eddi. Og Axel fær aftur pökkinn og hann skautar með hann og sendir á Edda sem að tekur skott. Þetta var næstu til flettaðinn en það náðist ekki alveg. Og hérna skautar Sölvi áfram með pökkinn og sendir á Kára. Og það er icing, finnst mér. Þetta var allavega dæmt sem icing. Það er núna uppkast. Og Kári fer áfram með pökkinn. Og flott vörn hjá Fjölni. Gunnlaugur með pökkinn og sendir á Sölva. Sölvi sendir á Kára. Eða Hauk. Hérna er
Kári með pökkinn. Og Sölvi hérna. Mjög flott spil hjá SR. Já, mjög flott. Og hérna tekur Haukur skotið á þennan stík alveg. Kári kom með pökkinn og hann sendir á Gunnlaug sem að sendir á Kára og það skýtur! Og þetta var varið af Nikita. Þetta var rosalega flott. Þetta var smooth hérna. Og hérna núna uppkast. Mér sýnst að Fjölnir vinnur pökkinn. Það er hörð barátta. Bæði lið eru Og hérna er Eddi sem að skýtur. Og Nikita fristir pökkinn. Nikita er svakalegur. Já. Nikita er sem er í fyrsta sæti sem að, svona, ég veit ekki alveg hvað ég var að segja. Hann er svona, hann er allavega í fyrsta sæti á markmununum með svona bestu saves, sýnst mér. Hérna er Viktor með pökkinn sem sendir á Jón og Jón reynir að senda á Viggo en hann náði ekki alveg pökknum. Og hérna skautar Viggo með pökkinn og hann sendir hann bara djúpt inn í svæðið hjá SR. Hérna Eddi kom með pökkinn og hann bara skautar með hann og hann sendir á Helga. Helgi sendir á Hauk. Hauki sendir á Arnar. Og hérna tekur Kristinn á mótunum og sendir á Hilmar. Og hérna er Haukur sem tekur á mótunum og sendir á Helga. Og Helgi skautar á pökkinn og sendir á Hákon. Hákon sendir á Hauk. Haukur sendir aftur á Hákon. Og Hákon setur bara pökkinn djúpt inn í svæði Fjölnis. Og hérna skautar Leridon með pökkinn. Og Kristján Hróar tekur á mótunum og hann sendir á Kristján sem náði ekki alveg skotinu til að vara Jóhanni. Og hérna er Hákon kom á pökkinn og hann sendir hann á Hauk og Haukur sendir á Hauk. Og hérna er Alex með pökkinn sem skautar áfram og hann sendir á Axel og Edda komið pökkinn og Axel hérna er komið með sendinguna og þeir hefur gett sendingu frá Eddi og hann skýtur og það var Nikita. Já. Þetta var nú flott spil hjá báðum liðunum. Og hérna er núna uppkast hjá barnasvæði Fjölnis. Og Sölvi vinnur face-offið og sendir á Axel. Axel sendir á Hákon sem skýtur. Og þetta náðist ekki alveg inn. Og þá er hérna Sölvi komið með hann og hann sendir á Jónatan og Jónatan sendir á Hákon. Og Hákon sendir í miðjuna en þá stoppaði Úlfari.
og hérna er Hákon komið pökkinn og setur hann inn og Axel tekur hann á pökknum og sendir á Jóhann og Jóhann sendir yfir á Jónatan og núna þá er Kristján Hróar með pökkinn sem sendir á Hektor. Hektor setur pökkinn djúpt inn í varnarsvæði hjá SR og Axel hennar skautar með pökkinn. Hérna sýnst mér einhver að fá dóm. Og hérna er Jónatan komið pökkinn sem sendir á Eddie. Og ég sýnst að SR er hérna að spila með 6 leikmenn inn á og það er búið að draga markmanninn. Kringlegur með pökkinn og hann skautar áfram og hann nær ekki alveg. Núna er Viggo að fara í boxið fyrir... Sástu þetta ekki niðri? Ég veit ekki hvort hann pumpa næstu í markmanni. Já, við sáum ekki alveg en... Þetta var eitthvað í markmanni, sko. Já, þetta... Allavega, já. Allavega, núna þá er... SR kominn í powerplay og Björnin í PK. Níels er hérna komið pökkinn og sendir á leikmann hjá SR og Níels skýtur og það er blokkað af Fjölnismanni. Hérna er Hákon komið pökkinn og sendir á Kára. Kári sendir á Níels og Kári fær aftur sendingu á Níels og Níels er komið pökkinn og hann skýtur. En vökkunum fór í netið. Jæja, þá er komið uppkast. Emil á móti Kára. Og ég sá ekki alveg hver vann þetta uppkast, en það er allt í góðu. Og Jón setur pökkinn djúpt inn á varnarsvæði SR og hann tekur á móti pökkinn og Níels hérna sendir á Kára sem náði ekki alveg og Emil tekur pökkinn af honum og Emil skautar með hann og hann skýtur og þetta er inn! Vá! Glæsilegt mark hjá Emil! Og hérna fáum við að sjá replay af markinu. Glæsilegt mark. Svaka flott. En núna þá er staðan 2-2. Þannig að núna kemur í ljós hver vinnur. Og þetta er núna að fara að vera alveg eitthvað. Þetta er að fara að vera mjög spennandi. Hérna hefur Axel pökkinn og hann skautar áfram og sendir á Sölva. Sölvi sendir aftur á Axel og Axel sendir á Eddie. Og hérna er einhver barátta í horninu. Eddie sendir Axel sem tekur skot og þetta er barið á Nikita. Og ég ætla að taka fram að SR er með 23 skot á mark og Fjölnir er með 27 skot. Og hérna er verið að hafa face-off. Hólvar á móti Sölva og finnst Sölvi vinnur face-offið. Og hérna er Níels komið pökkinn og hann sendir á SR-mann. Og þetta tekur skotið og það var hann Nikita. Wow, þessi maðurinn fór í spíkant.
Þetta var mjög flott varið af Nikita. Mjög flott. Jæja, það var verið að stilla upp. Úlfar komið með pökkin og skautar áfram og hann missir pökkin og það er dómur á Axel síns mér að fara í boxið. Þetta er holding the stick. Já, holding. Og þá er núna SR að fara í PK og Fjölnir í powerplay. Nei, Fjölnir er ennþá í PK. Nei, heyrðu, Fjölnir eru ennþá í PK. Bara mín mistök. Þá er núna SR með 4 leikmenn inn á og Fjölnir líka með 4 leikmenn. Fjölnir eru búin að hafa mjög gott PK. Nei, já, PK. Já, mjög flott. Og hérna er Hilmar sem skautar með pökkin og sendir á Jón og Jón skautar hérna og Hákon tekur á móti pökkinum og Hákon setur hann bara djúpt inn í varnarsvæði hjá Fjölni. Hérna skautar Leirdól með pökkin og hann svona skýtur og þetta var varið að Jóhanni og hérna er Alex skaut og Alex var hann að skauta áfram og skaut pökkin og Nikita greip pökkin. Og hérna er uppkast hjá varnarsvæði Fjölnis og það sýnist mér sjálfur á móti Viggo. Og það er Viktor svona í pökkinn og reynir að setja á Emil. Emil náði ekki alveg að taka á móti sig. Og Emil skautar áfram og hann sendir á Kristján sem hann náði því mér ekkert í flektunum inn. En þetta hafði verið mjög flott. Já, það hafði tekst. Hérna er Viktor sem skýtur og mér sýnist að pökkurinn fór í kylfu hjá leikmanni og pökkurinn fór í netið. Og hérna er verið að stilla upp fyrir uppkast í varnarsvæði SR. Þetta er Emil á móti Níels og Emil vinnur face-offið og Viggo er hérna með pökkin og sendir á Jón og það er hérna skotið. Emil er með pökkin og hvað gerir hann? Hann sendir á Jón. Jón sendir á Emil. Emil sendir á Viggo og sendir inn! Wow! Þá sýnist mér bara wow. Þetta var nú glæsilegt mark hjá Viggo. Hérna sjáum við replay af markinu. Þetta lítur smátt fyrir að vera sláinn inn en sáum það ekki alveg. Og hérna núna þá er Fjölnir að vinna með 1 marki. En við sjáum hvernig þessi leikur fer, því það er 7 mínútur eftir. Hérna er Axel komið með pökkin og hann skautar áfram. Og
Það var flott vörn hjá honum Viktor. Það er Haukur sem að finna á dömbolinn. Það er Hektor sem er komið í pakkinn og hans... Nei, heyrðu, Axel náði honum. Og hérna er Alex komið í pakkinn og hann skýtur! Ó, þetta var varið hjá Nikita. Það var beint í hausinn á honum. Æjæj. Nikita er búinn að standa sig rosalega vel í þessum leik. Núna þá er Kristján komið í pakkinn og hann fer áfram og Hilmar skýtur en það fer næst ekki alveg á markið. Alex sem að dömpa pakkinn út og þá er Viktorinn að koma með og dömpar pakkinn á varnarsvæði hjá Æsser. Það er Kári sem er komið með pakkinn og sendir á Níels. Þú var svolítið fyrir. Já, smá. Níels komið með pakkinn aftur og hann setur pakkinn inn í varnarsvæði hjá Fjölni. Þetta var svaka tækling allavega. Hérna er Emil komið með pakkinn og hann hérna, já. Það er Linton sem skautar með pakkinn og hann skýtur! Það var hjá Jóhann. Jæja, þá er núna komið uppkast hjá varnarsvæði Æsser með Sölvi á móti Emil. Og Emil vinnur uppkastið og Viggo hefur núna pakkinn sem að sendir á Linton og hann sendir á Emil. Emil sendir pakkinn inn í hornið og Viggo tekur á mótunum og Jón Albert hefur núna pakkinn. Og svona rétt svo skaut og það var blokkað. Og hérna er hún Sölvi! Hún er komið. Addi setur pakkinn djúpt inn. Og hérna er Alex pakkinn. Hvernig hefur þetta ekki neitt? Addi allavega skaut og Nikita varði og svo kom hérna smá hiti í leikinn eftir það. Og þá er sýnist mér Jón að fara í Jón og Sölvi sem er að fá dóm. Báðir að fá 2 mínútur fyrir Við sjáum þetta smá hvað dómarinn var, ég sá það ekki alveg. En ég myndi halda því, en ég er ekki alveg viss. Hvað heldurðu að dómarinn var? Ég bara hef enga hugmynd. En það er alltaf ennþá 5-5. Já, þau ætla að spila 5-5. Hérna er Viktor komið pakkinn og hann sendir á Hóar. Og hérna er Haukur með. Gott verð hjá Fjölni. Ég heyrði ekki alveg hvað þeir fengu 2 mínútur fyrir, en það mun koma ljós eftir smá. Og þetta er icing. Já, og það er núna icing. Já, þeir fengu
sýnst mér báðir fyrir Rafting. Já. Hérna Kristján Hróar sem að skautar með pekkin á döppur honum inn í varnarsvæði SR og það döppað, nei það bara æsing. Og þá núna verið að stilla upp fyrir stilla upp allavega í varnarsvæði hjá SR. Sem Kristján á móti Kára og hérna Martin kom með pökkinn og hann skýtur! Og flott vörn hjá SR. Og hérna Gunnlaugur sem að sendir Níels. Níels getur áfram og sendir og þetta var rángstæða. Nei. Núna þá Haukur að taka uppkast á móti Viggó og Viggó vinnur uppkastið og þá hérna Viktor sem sendir á Martin og Martin sendir pökkinn bara djúpt inn og þetta æsing. Jæja, þá hérna Martin sem sendir eða sá ekki alveg hvað þetta var. Hákon sem sendir yfir að Edda og þá hérna tekur Viggó skot og það varið hjá honum Jóhanni og hérna Alex sem að alltaf senda hann ekki alveg. Viggó kom með pökkinn. Hann sendir yfir á Martin. Og Axel kom með pökkinn. Hann sendir bara yfir, það stoppað. Hróar kom með pökkinn og hann sendir yfir á Úlfar. Það var stoppað. Níels sendir á Hauk. Haukur sendir á Edvard. Hérna fær Gunnlaugur sendingu og hann sendir yfir á Níels sem það ekki alveg á markið. Það hafði verið glæsilegt mark. Haukur sem sendir yfir Jónatan. Jónatan skautar áfram og hann setur hann djúpt inn í varnarsvæði á Fjölni. Já, markið. Það sýnst að leikmaður og Fjölni datt inn í markið. Sýnst það. Og núna þá eru bæði liðin fullskipuð. Jæja, þá hérna verið að stilla sér upp í uppkast. Og það sýnst mér búið að draga markmanninn þannig að SR hérna að spila með 6 leikmenn inn á og Fjölnir með 5. Og hérna Axel með pökkinn að sendir á Edvard og Edvard sendir á Hákon sem sendir á frammarkið en það náði enginn með þessu. Það bara kemur. Eddi sendir á Hákon og þetta hafði verið flott.
skot eða hann náði ekki alveg skotinu. Og Hector setur hann djúpt inn og þetta verður á æsing. Það er verið aðeins að laga markið hjá Fjölni. Jæja, þá er hérna búið að laga markið og það er verið að stilla sér upp. Sölvi móti Úlfar í face-off en mér sýnist að dómarinn þá er hérna gott face-off. Hérna er Sölvi komið pökkinn og þetta setur hann djúpt inn og hérna er Kristján Þór komið pökkinn og hann sendir yfir en það var enginn til þess að taka við sendingunni. Hérna er Axel sem að skauta áfram pökkinn og droppar honum á Eddie og hérna er Hákon sem skautar áfram og hvað gerir hann? Hann Martin skautar með pökkinn. Þetta var opinbert og hann náði hann ekki eins. Þetta var mjög nálægt. Þetta var samt mjög flott backcheck hjá SR. Og hérna er einhver sem er að fara í boxið. Hérna er Kári sem að skýtur. Næstu því og þá er leikur stoppað og þá er Viktor sem er að fara í boxið. Mér sýnst þetta var tripping. Og þá er núna timeout hjá báðum liðunum. Jæja, núna þá er 1 mínúta eftir af þriðja leikhluta og ég held að þetta mun vera allavega einhver barátta hérna. Ef SR skorar mark þá er staðan 3-3 og þá við sjá hvað mun gerast en ef það næst ekki þá vinnur Fjölnir. Og mér sýnst að þau eru ennþá að spila SR sem er ennþá að spila sem 6 leikmenn og Fjölnir ennþá með 5. Og það er stoppað face-off hit. Nei, heyrðu, ég ruglaði smá. Auðvitað er Fjölnir ennþá í PK, þannig að þetta eru 4 leikmenn úr Fjölni á móti 6 leikmennum úr SR.
Það er ennþá 1 mínúta eftir. Jæja, þá er þetta að byrja aftur. Þetta er Kári að taka upp kast á móti Emil. Og það er hérna Níels kom upp bakkinn og sendur Hákon og Hákon sendur á markið. Og þetta náðist ekki. Það var varið af Nikita og það er smá barða í leiknum. Þetta var ekki mark. Það eru 49 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Eftir að leiknum. Það er Jón komið bankinn og skautar áfram og stendur það djúpt og Hákon tekur á móti pöknum og sendir á með Kára. Hann er sent á Axel og hann sendur á Kára og hann skýtur og þetta er gripið. Nikita grípur pökinn. Hérna er komið uppkast. Emil á móti Sölva. Sölvi vinnur face-offið og sendir á Hákon sem sendir á Axel. Og Emil er komið pökkinn, hann skautar áfram. Og hann sendir... Og þetta er í stöngina! What? Þetta var nú rosalega nálægt í að vera mark en það fór í stöngina. Sölvi er komið pökkinn. Hörð barátta hérna hjá þeim. Og pökkurinn fer inn í markið og það er mark hjá Fjölni. Þetta var bara... Þetta var alveg vel flott mark sko. Það var bara að rúlla í rétt svein. Núna sjáum við hvað gerist en það er 1 sekúnda eftir leiklutanum og Viggo Grímsson átti markið. Og þá er leikurinn búinn. Takk fyrir að horfa á leikinn og ég biðst afsökunar á að vera kannski léleg í nafnunum. En bara takk fyrir þetta.